Ég held að við höfum ekkert akademískt korter, við bara byrjum og við höfum ekki alltaf langa tíma heldur, þannig að ég legg bara til að við virðum tíman eins og við mögulega getum. Þannig að ég skil að þetta er komið í gang, upptakan og streymið og ég þarf kannski ekki að taka það fram í upphafi, svo bara fundargestir viti það að fundurinn það upptaka, þannig sem að við munum svo geta deilt í framhaldinu, þannig að allir séu meðvitaðir það að það hérna tækni sem við erum að hagnýta okkur. Ég vil þá bara byrja að bjóða ykkur öll hjartanlega velkomin á þennan upplýsinga- og kynningafund verkefnastjórnar rammaáætlunar. Ég heiti Jón Geir Pétursson, starfa sem dósent í umhverfis- og auðlindafræði við Háskóla Íslands og formaður verkefnastjórnar. Við höfum lagt dagskrá þessa fundar upp eftirfarandi. Ég ætlaði að vera með í upphafi svona cirka hálftíma kynningu á stöðu vinnu verkefnastjórnarinnar og að því loknu að þá ætlaði ég að biðja formenn faghópanna 4 sem við höfum skipað til þess að vera með stutta, bara svona tíminna kynningu á faghópunum og þeirra viðfangsefnum. Og þau eru hér með okkur Hafdís Hanna Ægisdóttir, formaður faghóps 1, Anna Dóra Sæþórsdóttir, formaður faghóps 2, Jón Ásgeir Kalmansson, formaður faghóps 3 og Páll Jensson sem er formaður faghóps 4. Þau munu kynna sig betur á eftir. Og síðan höfum við þá gert ráð fyrir að hafa í lokin vonandi að lágmarki 40-50 mínútur í umræður og annað slíkt. Þannig að við höfum hugsað til þannig að við myndum framkvæma okkar kynningar fyrst og svo værum við með umræðu í raun og veru öllu viðfangsefnin í framhaldinu. Þannig að vonandi eru allir sáttur í það. Ég ætlaði þá kannski rétt í upphafi að draga fram hver við erum sem að skipa verkefnastjórnar rammaáætlunar. 5. áfanga, eins og hann heitir, sem hann skipaður í fyrra og með skipunartíma til ársins 2025. Ég formaður, síðan Ása Aradóttir, prófessor, hún hinn fulltrúi sem þá var skipaður af umhverfis- og auðlindaráðherra, Guðrún Sævarsdóttir og Ólafur Adolfsson sem eru skipuð af iðnaðarráðherra á þeim tíma og Agnes Stefánsdóttir sem var tilnefnd af mennta- og menningarmálaráðherra og svo Þórgnýr Dýrfjörð sem fulltrúi Sambands íslenskra sveitarfélaga. Hins vegar mikilvægt að nefna það kannski svona sérstaklega að það urðu breytingar á stjórnarráðinu eins og margir þekkja núna í vetur og breytingar á samsetningu ráðuneyta. Þannig að eins og þetta lítur út núna þá erum við öll fulltrúar sama ráðherrans. Það er að segja málefni tilheyri núna allt umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneyti nema náttúrulega málefni sveitarfélaga. Þannig að þó við eigum þennan bakgrunn frá skipuninni í fyrra að þá þetta núna sem sagt á borði eins ráðuneytis. Þannig að sú breyting varð við tilkomu núverandi ríkisstjórnar. Rétt kannski áður en ég fer svona efnislega í það sem að lítur að akkurat viðfangsefnum dagsins að draga fram sem skiptir mjög miklu máli hvað í raun og veru tæki rammaáætlun snýst í grunninn. Það þannig að íslensk náttúra býr yfir alveg gríðarlega fjölbreyttum gæðum. Og gæði náttúrunnar á Íslandi eru ein helsta undirstaða velsældar í landi og þeirra lífsgæða sem við búum hérna öll við. Og það mismunandi ásókn í þessi gæði út frá ólíkum sjónarmiðum, þar sem geta tekist á ólík sjónarmið og ég held að það sé mjög auðvelt að fullyrða staðfastlega að á þeim tíma sem við liðið, rúmum 10 árum frá því að lögin rammaáætlun voru sett, þá hefur í raun og veru vægi og virði þessara gæða náttúrunnar stóraukist. Það aukin ásókn í endurnýjanlega orku, víðerni hafa fengið meiri betri skilning, vernd náttúru, loftslagsbreytingar, þannig að það rosalega mörg viðfangsefni sem hafa í raun og veru elst og styrst sem í raun og veru treysta það sem að þetta stjórntæki snýst Og það bera stjórnvöld þetta mjög mikla ábyrgð og það ekkert að fjölyrða það þetta hafa líka orðið deilur í samfélaginu. Þannig verður rammaáætlun til sem lögbundið stjórntæki til þess að leiða til lykta ágreining og undirbyggja ákvarðanatöku hagnýtingu orkuauðlinda landsins. Og þetta tók mið af sambærilegu stjórntæki í Noregi sem ég ætla ekki að nota tíma hér til þess að fara neitt ofan í en snerist þar nýtingu á vatnsafli í grunninn.
Rammaáætlun leggur auðvitað til mjög margra stefnumótandi sjónarmið sjálfbæra þróun í samhengi loftslagsmála, í samhengi náttúruverndar, í samhengi heimsmarkmiða Sameinuðu þjóðanna, tengist í raun og veru þeim fjöldamörgum, ég tek hérna kannski þessi helstu með, þannig að það er líka mjög mikilvægt að skilja stjórntæki í þessu víðara samhengi. Við í 5. áfanga, við komum í þessa vinnu sem byggir á mjög öflugum grunn. Rammaáætlun stjórntæki sem átti sér með langan aðdraganda, ég ætla ekki að rekja hann hér, en benda á heimasíðuna sem heitir ramma.is sem fer ágætlega ofan í hann, en hún hefur starfað formlega, ef að svo má segja, frá árinu 1999, fyrsti áfangi frá 1999 til 2003, og svo annar áfangi sem byrjaði 2004 og á tíma annars áfangans að þá voru lögin úr rammaáætlun sett, þau voru sett árið 2011 og tóku síðan gildi í heild við samþykkt fyrstu þingsályktunartillögunnar veturinn 2013. Og síðan þá hafa það verið skipaðar 3 verkefnisstjórnar, 3. áfanginn, 4. áfanginn og 5. áfanginn, sem hafa þá allar verið skipaðar á grunni laganna. Og það er mikilvægt að hafa í huga að auðvitað er unnið eftir þessu stjórntæki í dag og þeim ákvörðunum sem hafa verið teknar á þeim grunni, bæði hvað varðar virkjanir sem hafa verið byggðar og eins svæði sem hafa verið vernduð. Bara aðeins að tengja okkur líka við markmið laganna, svo við séum líka aðeins að svona draga á þessa sögu, að það skiptir miklu máli og við lítum auðvitað mjög til þeirra. Markmið laganna er að, ef ég bara les það orðrétt, er að tryggja nýtingu landsvæða þar sem er að finna virkjunarkosti, byggist á langtíma sjónarmiðum og heildstæðu hagsmunamati, þar sem tekið tillit til verndargildis náttúru og menningarsögulegra minja, hagkvæmni og arðsemi, ólíkra nýtingarkosta og annarra gilda sem varða þjóðarhag, svo og hagsmuna þeirra sem nýta þessi sömu gæði með sjálfbæra þróun að leiðarljósi. Þetta er markmið laganna sem að leggur í raun og veru grunninn að því sem að þetta stjórntæki leitast við að vinna fram. Gildissvið og áhrif rammaáætlunar, líka bara svo við kannski höldum því aðeins til haga, eins og lögin búum hnútana. Fyrsta lagi, þetta tekur til virkjunarkosta 10 megavött eða stærri. Ef eru minni, þá falla þeir ekki undir rammaáætlun. Númer 2, þetta tekur til virkjunarkosta á landi og nú eru það 3 gerðir, vatnsafl, jarðvarmi og vindorka. Og það er ekki heimilt að gefa út leyfi til virkjana nema að undangengnum ferli rammaáætlunar. Þannig að það er í raun og veru réttar áhrif sem að samþykkt þessara þingsályktunar skapar. Það er líka mikilvægt að hafa í huga að rammaáætlun er hluti af miklu lengra ákvarðanatökuferli orkunýtingar í landinu. Hún er ekki endanleg afgreiðsla á því hvað síðan endanlega verður virkjað. Og verkefnisstjórnin sem erum við hér, hún tekur ekki ákvarðanir. Hún undirbýr faglega ráðgefandi tillögur, sem ég kem aðeins betur enn og eftir, sem hún leggur fyrir ráðherra, en síðan er það Alþingi sem tekur ákvörðun á grunni þingsályktunartillögu sem er meira að segja nú stundur akkúrat til umfjöllunar á Alþingi, bara leið og við erum að halda þennan fund hér. Og þetta byggir á faglegri flokkun og ákveðinni málsmeðferð sem býr síðan þá til þessa 3 meginflokka sem eru þá lagðir fram til samþykktar á þinginu, orkunýtingarflokkur, þar sem virkjanakostir eru sem vinna má af orkunýtingu á, verndarflokkur sem eru þá svæðið þar sem skal unnið að friðlýsingu á grunninni náttúruverndarlaga og svo biðflokkur þar sem eru orkukostir sem þurfa frekari skoðun. Þetta þekkið þið væntanlega mörg hver. Nú, bara aðeins til þess að líka draga fram að það eru marga persónuleikendur í stjórntækinu, það eru margir sem koma að, en það er mjög skýr rammi hver gerir hvað í lögunum. Og fyrsti aðili sem ég vildi nefna kannski alveg sérstaklega er auðvitað Orkustofnun. Orkustofnun annars samskipti við virkjunaraðilana, hún hefur ber ábyrgð á að draga fram hvaða gögn þurfa líka til grundvallar og annað slíkt, og hún getur líka sjálf lagt virkjunarkosti til mats hjá verkefnisstjórn. Þannig að hún hefur raun og veru þær 2 leiðir til þess. Hún síðan kemur virkjunarkostunum til verkefnisstjórnar rammaáætlunar sem ber þá það hlutverk að meta kostina, afla upplýsinga, greina og raða þá og undirbúa þessa tillögu, og það gerir verkefnisstjórn á grunni þessara 4 faghópar sem við munum ræða svona betur hér í dag líka hverjir eru og hvað þeir fást við. Og hennar er þá að stilla saman afurðir þeirra í þá tillögu sem verkefnisstjórn síðan kemur til ráðherra
Og nú það þessi ráðherra sem ég nefndi upphafi, nýtt ráðuneyti sem fer með þennan málaflokk, umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra, sem getur breytt tillögunni og það ákveðin málsmeðferð í lögunum ef hann kýs að gera svo, eða þá eins og reyndar núna með þriðja áfangann sem í þinginu, að ráðherra getur lagt tillögurnar fram óbreyttar til Alþingis og það síðan Alþingi sem hefur það viðfangsefni að fara við þingsályktun vinna hana fram og taka svo ákvarðanir á hennar grunni hina endanlegu röðun virkjanakosta. Þannig að þar verður þá til hinn formlega samþykkta rammaáætlun. Og við höfum 2 svona samþykktir í landinu núna, eins og þeir þekkir. Rammaáætlun annar áfangi var samþykktur í þinginu veturinn 2013 og síðan var einn virkjanakosti, röðun og einu virkjanakosti breytt í samþykkt þingsins 2015 sem var þegar Hvammsvirkjun var sem sagt samþykkt í nýtingaflokk. Þannig að það svona grunnurinn sem liggur núna til grundvallar. Ég ætlaði síðan að koma inn í það sem okkur finnst mikilvægt að draga fram. Það eru þessir áfangar og þetta höfrungahlaup, ef við getum kallað það sem svo, í þessum 4 ára lotum. Verkefnisstjórn 4. áfangans, hún vann að mati á ýmsum virkjanakostum og birti umfjöllun þá í sinni lokaskýrslu, en vann þá ekki það langt fram og þeir færu í umsögn. Þannig að það sem einfaldlega gerist með það, sem í grunninn ekki flókið og í grunni í raun og veru eins og ég kem aðeins betur inn og eftir, hvað við ætlum að reyna að ræða aðeins í sambandi við ýmsar umbætur, að vinna 4. áfangans fluttist bara til þessi 5. Þannig að það bara þannig að vinna 4. áfangans, hún flyst yfir til þá þeirra verkefnisstjórnar sem núna starfar. Það ekkert sem segir í lögunum að það þurfa fullnusta vinnu í lok skipunartíma hverrar verkefnisstjórnar. Þannig að þetta bara í raun og veru eins og í þessu tilviki eins og í boðhlaupi, okkur var bara fært kefli. Þannig að þannig þetta þá statt núna gagnvart þessum ólíku áföngum. Ég vildi líka aðeins fá að koma inn á í því samhengi ýmsar áherslur sem við höfum verið að vinnað og beit okkur fyrir, sem hefur kannski lotið meira að svona inn á við þáttum í sambandi við virkni stjórntækisins, því að okkur finnst mikilvægt að það sem verið að vinna á faglegum grunni muni síðan leiða til hinar endanlegu ákvarðanatöku. Og það eru 7 ár síðan 2015 frá því að síðast var ákvarðað á grunni rammaáætlunar á Alþingi, þannig að við erum mjög upptekin af því hvernig getum við reynt að stuðla að því að tæki virki hvað varðar þann þátt þess. Og þá get ég kannski bara aðeins tæft á nokkru og mögulega komið meir inn og það í umræðum og eftir ef einhver hefur sérstakan áhuga á. Það í fyrsta lagi að þróa vinnuna meira yfir í samfelluvinn, ef að nokkuð kostur Þannig að stjórntæki geti unnið meira í samfellu heldur en í þessum föstu áföngum. Það örugglega ekki hægt að skipta það alveg, en einhver slík hugmyndafræði finnst okkur mikilvæg. Í öðru lagi, og við höfum fengið lagalegt álit líka á því, að velta fyrir sér hvort það sé hægt að afgreiða smærri skammta í einu. Ekki þessa óboðslega stóru afgreiðslu í einu, en eftir sem áður á vettvangi verkefnisstjórnar og ekki síst líka ráðuneytis að tryggja alltaf þessa yfirsýn sem auðvitað einn hornsteinn í virkni stjórntækisins rammaáætlunar. Að stjórnvöld hafi yfirsýn yfir orkuöflun landinu á einum stað, en hvort að það geti verið leiðin áfram til þess að ýta undir að ákvarðanir fáist teknar. Við höfum líka verið að stilla okkur saman við áherslu stjórnvalda, eins og þau þekkið í stjórnarsáttmála núverandi ríkisstjórnar var talað allavega 3 atriði sem tengdust rammanum beint. Það talað þar hvernig eigi að standa að leiðsögnum lúkningu 3. áfangans, það talað málefni vindorkunnar sem þurfi mögulega einhverja sér nálgun í löggjöf og svo aftur mögulega heildarendurskoðun á lögunum rammaáætlun sem eru náttúrulega frá 2011. Við höfum líka verið að fást við umræðu stækkanir á virkjunum. Eins og nú að þá falla þær undir rammaáætlun og í 4. áfanganum voru nokkrir stækkunarkostir sem var búið að meta í 4. áfanga. Það sem hins vegar hefur gerst þar að það hefur verið sett fram frumvarp til laga sem breytir rammalögunum og tekur í raun og veru ákveðnar stækkanir út úr ferlinu, þannig að meðan það í umfjöllun þingsins að þá höfum við ekkert gert með það beint á meðan það skýrist hvort að það eigi þá við þessa kosti sem að 4. áfangin fékk inn. Mikið og gott samstarf við
umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið líka þessa faglegu ráðgjöf okkar, bæði til ráðherra og alþingis. Við höfum líka lagt mikla áherslu á að byggja upp öflugt og gott samstarf við Orkustofnun. Það grunnstofnun ríkisins á sviði orkumála. Hún hefur mjög ríkulegt hlutverk í ferli rammaáætlunar, þannig að ég vildi nefna það sérstaklega. Örlítil aðkoma grænbók sem var skrifuð orkumál í vetur, en síðan, eins og ég kem kannski aðeins betur enn og eftir, að halda áfram að þróa, bæta og besta aðferðafræði stjórntækisins. Þar sem að við höfum með þessum 4 faghópum sem að koma til umfjöllunar aðeins og eftir, kannski fókusera sérstaklega á hóp 3 og hóp 4 í þeirri umræðu, þannig að ég vildi svona nefna þetta sérstaklega. Og svo kannski að síðustu, það sem okkur finnst hér mjög mikilvægt mál sem þarf að bæta verulega í, og það í raun og veru miðlun og upplýsingagjöf á vefsetrinu sem að rammaáætlun á og rekur, ramma.is. Þar eru hugmyndir sem eru komnar upp. Það líka þannig að það óhemja af rammaáætlun tengdum landfræðilegum upplýsingum, til dæmis virkjanafræðilegum hjá Orkustofnun, svo mjög mikið upplýsingum til dæmis hjá Náttúrufræðistofnun Íslands, og svo þetta vefsetur okkar með mjög mikið að gögnum og upplýsingum, og þar teljum við að sé mikið rými til umbóta. Þannig að það svona mál sem við erum að setja í orð. Nú, það var þetta. Síðan vildi ég nefna faghópana, þeir munu kynna svo eftir. Við skipum sem sagt 4 hópa á sama tíma. Þeir hafa svo sem í fyrri áfangum verið 4, þannig að við erum breyttum ekki út frá því. Lögin eru hins vegar þannig að verkefnastjórn hefur frelsi til þess að í raun og veru ákvarða hvernig það setur sína faghópa upp. En við teljum og töldum og erum mjög sammála að þetta væri góður strúktúr. Þannig að þeir eru sem sagt hópur 1 náttúru- og menningarminjar, 2 aðra hagsmuni, 3 samfélagsleg áhrif, og svo hópur 4 að hann tekur þá meira útgangspunkt í markmiðssetningu lagana og fjallar fyrst og fremst hagkvæmni og arðsemi virkjanakostana sem verið að fást við í stjórntækinu. Og við höfum lagt, eins og ég nefndi áðan, áherslu á að þessi vinna haldi áfram að þróast. Það mjög góður fyrirliggjandi grunnur, en í þessari aðferðafræði eins og flestu að þá mikilvægt að það sé alltaf verið að horfa fram á veginn, og við höfum sérstaklega lagt fókus á aðferðafræði hóps 3 og hóps 4, og þeir munu náttúrulega koma aðeins betur inn á það hér og eftir í sínum kynningum. Nú, þá kannski fer nú svona mín tala að styttast í annan endan. Ég ætlaði þá að koma að því sem við erum, sem sagt eru virkjanakostir. Og þá það þannig að við lítum svo á og við skiljum það í 3 flokkum, sem ég ætla að fara í gegnum hérna núna. Í fyrsta lagi eru það þeir virkjanakostir sem voru sendið til 4. áfangans. Og eins og ég nefndi í upphafi, þá tókum við í 5. áfanga í raun og veru við vinnunni frá þeim 4. Við erum að leita til þess að fullnusta greiningarnar á þeim. Þau voru komin með drög að skoðun á einum 13 kostum ef maður rétt, og okkar sýn svo að þar þurfi að bæta aðeins í, meðal annars vegna þess að greiningar faghóps 3 og faghóps 4 voru á okkar mati styttra við komin heldur en að við höfum skynjað að ákallið á að rammaáætlun taki skýrari tökum sérstaklega þessi efnahagslegu og þessi hagrænu áhrif. Þannig að þar erum við sem sagt að vinna með þessa kosti þannig að við getum sem fullnustað greiningarnar, þannig að við séum sátt við að geta síðan sendt það í umsögn sem að 4. áfangin var ekki búin að ná að gera. Og svo að öðru leyti í 4. áfanganum að þá það líka til viðbótar þessum 13 kostum sem eru bland, vind, jarðvarmi og vatnsafl. Svo til viðbótar voru, ef ég man rétt, 29 vindorkukostir sem að eru þetta í umræðu að mögulega verði unnin fram einhver ný nálgun á lagramma sem að lúti að ákvarðantökum það. En á meðan slíkt hefur ekki orðið, þá eru þetta bara gildi núgildandi lög þetta. Þannig að við höfum sem sagt fullan hug á því að sem sagt að greiningarrammarnir okkar að þeir verði þá hagnýttir til þess að vinna skoðun á þessum 29 kostum þarna til viðbótar, sem ég held að ég sé örugglega að fara með rétta tölu, og við erum í sambandi við Orkustofnun gögn og upplýsingur og annað, þannig að það verði hægt að taka það til skoðunar
í framhaldinu. Númer 2 fyrirgefið, eru síðan biðkostir þriðja áfangans. Þriðji áfangi liggur og bíður afgreiðslu Alþingis eins og þau þekkið. Á meðan svo að þá lítum við svo á að við hefjum ekki skoðun nákvæma á þeim sem slíkum fyrir að við vitum hvað Alþingi ætlar sér að gera. Það stendur út í stjórnarsáttmálanum bara berum orðum, ég hef ekki annað fyrir mér heldur en hann, að það sé stefnt að því að fjölga kostum í bið. Það bara auðvitað ákvörðun Alþingis, en leið og náttúrulega það liggur fyrir afgreiðsla þriðja áfangans í þinginu að þá auðvitað ganga þeir kostir beint til verkefnisstjórnar til frekari vinnslu. Og þeir eru allavega þá lágmarki 10 og kannski fleiri. Eins gert ráð fyrir, og það eru hluti af þessum samskiptum okkar við Orkustofnun, að orkukostir sem eru í núverandi biðflokki þriðja áfangans en ekki verið óskað eftir en einu virkjunaraðilum, þeir verði mögulega teknir til hliðar. Þannig að það sé ekki verið að setja fókus á slíka kosti sem ekki eru umbeðnir af neinum. Og síðan þá í raun og veru hópur þriðji flokkurinn, það eru þá nýjir virkjanakostir. Og þar höfum við í samskiptum við Orkustofnun og í samskiptum við þetta og í samhengi þess sem ég var að nefna hér í upphafi að reyna að þróa vinnuna meira yfir í samfellu viðfangsefni heldur en þetta hopp á 4 ára fresti, að búa þannig hnútana að það sé hægt að opna á fyrir virkjunaraðila að senda inn nýja eða breytta virkjanakosti til mats, og hugmynd Orkustofnunar veit ég að það verði bara opið í raun og veru fyrir það hvenær sem bara uppfylltum þeim kröfum sem þeir gera. Þetta verður ekki bundið við dagsetningu, en ég á svona frekar von á því að við þá í verkefnisstjórn munum þurfa að hafa einhverja dagsetningu til að miða við, því að þegar við fáum virkjanakosti mats þá þurfum við að gera ráð fyrir náttúrulega vinnu, fjármunum og öðru slíku. Þannig ég á svona okkar vinnutillagi í því að það gæti verið dagsetning einhvern tímann til dæmis 15. október sem að við mundum þá í raun og veru taka kostin, og þá þýðir það að þetta gæti þá gerst bara á hverju ári. Þetta var það. Ég bara í lokin, það eru mjög margir sem koma á stjórntækinu rammaáætlun. Ég sýndi ykkur hérna þessar helstu persónu og leikendur. Það kemur betur fram, við erum 6 í verkefnisstjórn, það eru margir fulltrúar í faghópum sem að formin faghópana munum koma betur inn og eftir. Þannig að það skiptir gríðarlega miklu máli að þetta sé samstillt vinna sem að leiða fram þetta undirlag fyrir ákvarðanatöku gríðarlega stóra hagsmuni í íslensku samfélagi, eins og ég nefndi í upphafi. Við erum líka mjög upptekin af því í verkefnisstjórn, og ég vildi draga kannski sérstaklega áherslu af því hérna í lokin, að þegar kemur síðan að okkar umsögnum, þegar kemur að því að við förum að leita að vinna að okkar tillögum og leita að sjónarmiðum varðandi þær, þá erum við mjög upptekin af því að tryggja og gera það í mjög öflugu og góðu samráð við allan almenning en líka og helstu haghafa. Þannig að eins og ég nefndi í upphafi að þá liggja virkjanakostir 4. áfangans, allavega þessir fyrstu 13 miklu nær. Það er búið að vinna á þeim heilmikinn grunn, og eins og ég nefndi í upphafi, við erum líka búin að leita leið í því að það sé ekkert sem hindri hjá okkur að setja kosti í umsókn og vinna það fram til ráðherrans, þó við séum ekki að bíða eftir lokapunkti okkar skipunartíma árið 2025. Þannig að við viljum meina að þar getum við séð fyrir okkur umbætur í stjórnkerfinu, hafandi samt sem áður alltaf þetta aðalatriði að við erum með ákveðið mengi af kostum og við erum alltaf upptekin af þessari innri röð. Já, og þannig vildi ég bera fram mína kynningu. Takk fyrir mig. Við hugsuðum þetta síðan þannig að ég myndi bara kynna til leiks formenn faghópana, og þau eru með svona kannski cirka 10 mínútna kynningu hver, og svo að því loknum myndum við þá opna bara fyrir fyrirspurnir og umræður. Þannig að ég myndi þá bara bjóða velkomna hingað að sviðinu Hafdísi Hönnu Ægisdóttur, sem er
sem hérna forstöðu kona stofnunar Sæmundar Fróða sjálfbæra þróun við Háskóla Íslands og hún formaður faghóps 1, gjörðu svo vel. Komið átt blessaðu sæl og eins og Jóngeir koma þá heiti ég Hafdís Hanna Egilsdóttir og ætla að kynna fyrir ykkur aðferðafræði faghóps 1. En í skipunarbréfi fyrir faghóp 1 fyrir 5. áfanga rammaáætlunar þá segir að verkefni faghóps 1 að meta virkjunarkosti og landsvæði með tilliti til náttúru, menningarminja, landslags og víðerna og eftir atvikum önnur þau verkefni sem verkefnastjórn felur hópnum. Hópurinn starfar samkvæmt lögum verndar- og orkunýtingaráætlun og í samræmi við starfsreglur og samþykktir verkefnastjórnar rammaáætlunar. Og faghópurinn nýskipaður. Ég sem sagt formaður faghópsins, en svo ég fengið til liðs við mig alveg frábært fólk, frábæra sérfræðinga á þessum fagsviðum sem við fjöllum menningarminjum, jarðfræði, vistfræði, fuglum, vatnadýrum, plöntum og svo framvegis. Þið sjáu að við erum með 2 fornleifafræðinga, Birnu Lárusdóttur og Guðnýju Sóika. Við erum með 2 fulltrúa í víðerni og landslag, Eddu Rut Hlín Våge og Guðbjörgu Jóhannesdóttur. Svo erum við með 2 jarðfræðinga líka, Ívar Örn Benediktsson og Kristján Jónasson. Kristín Svavarsdóttir plöntuvistfræðingur, Jónas Ólafsson vatnalíffræðingur og svo erum við Jón Einar Jónsson sem með fuglana, tekur fuglana, forstöðumaður rannsóknaseturs Háskóla Íslands á Snæfellsnesi. Þannig að þetta mjög öflugur hópur og ég mjög spennt að vinna með þeim áfram. En við aðferðafræði faghóps 1, við byggjum hana á langri vinnu síðustu áfanga rammaáætlunar og það hefur verið lögð mikil vinna í aðferðafræðina sem við við fáum upp í hendurnar og þannig að það mjög svona ígrundu vinna sem hefur verið lögð í aðferðafræðina. Og það sem við leggjum áherslu á í faghóp 1 við leggjum mat á verðmæti landsvæða þar sem hugmyndir að virkja og áhrif virkjunar á þessi verðmæti. Og þetta byggir á fjölþættagreiningu og það eru viðmið og undirviðmið sem við metum, sem við munum fara betur í og eftir, út frá hlutlægum mælikvörðum og svo það mat þessara sérfræðinga sem ég kynnti hérna áðan og þau meta þessi viðmið og undirviðmið sem eru byggð að bestu fáanlegu gögnum og við leggjum sjálfsög áherslu á samræmi í mati og gegnsæi. En hvernig fer vinna svo fram? Við byrjum á því að afmarka landsvæði eða matsvæðin fyrir þau svæði þar sem áætlað eða þar sem hugmyndir að virkja. Svo öflum við gagna og heimilda þessi einstöku svæði og viðföng og tökum þau saman. Við metum svo verðmæti svæðana og metum einnig áhrif virkjunarkostana, þess að skerðingu á verðmætum og svo tökum við saman þessi heildaráhrif. Við byrjum aðeins á afmörkun landsvæða og með þá sérstaklega hvernig við metum verðmæti svæðana. En afmörkunin þannig fyrir vatnsorkuna að það miðað við vatnasvið ofan fyrirhugaðra stíflu mannvirkja og þar fyrir neðan miðað við megin, farveginn og næsta nágranna hans, 500 metrum út frá miðlínu. Fyrir jarðvarmann þá miðað við útbreiðslu jarðhita en einnig tekið tillit til jarðminja og landslagsheilda á yfirborði alltaf 5 km út fyrir viðnámssvæðið. Og fyrir vindorkuna þá matsvæðinu skipt í rauninni í tvennt. Það 25 km radíus út frá virkjun við mat á verðmætum landslags- og óbyggðra víðerna en 10 km radíus fyrir önnur viðföng. Og við mat á áhrifum framkvæmda á landslag og víðerni miðað við 10 km radíus út frá framkvæmdasvæði eins og fyrir önnur viðföng. Og í rauninni þessi ákvörðun hvernig þessu matsvæðum skipt fyrir vindorkuna var tekin eftir samráð við Skipulagsstofnun og á grundvelli rannsóknarniðurstaðna á þróun aðferða við mat á landslagsáhrifum vindorkuvera. Þannig að þetta er afmörkun landsvæðina. Afmörkun landsvæði út frá áhrifum á orkuvinnslu þá þrenns konar. Það annars vegar áhrif orkuvinnslu, það mannvirkjasvæðið sjálft, byggingar og stíflur og borpallar og svo framvegis.
þar sem búast má við að virkjun geti valdið verulegum eða óafturkræfum breytingum á náttúru- og menningarminjum. Svo eru áhrif orkuvinnslu sem sagt þann mannvirkja gerðir sjálf og reksturinn sem geta þá raskað mjög svona víðáttu meira svæði. Dæmi það eru til dæmis breyting á grunnvatnsstöðu, fok úr lónstæðum, breyting á jarðhitakerfi, áhrif á lífverur og starfsemi vistkerfa og sjónræn áhrif. Og svo eru það síðustu svona fjaráhrif orkunýtingar sem eru mismunandi eftir svæðum. En þetta eru afmörkunin á landsvæðunum og hérna sjáum þið í rauninni, þetta eru skýrslu verkefnisstjórnar 4. áfanga sem í rauninni bara svona dæmi yfirlitskort á matsvæðum einstakra virkjunarhugmynda sem voru metnar þá í 4. áfanga. Þið sjáum það gula þá vindorkan, vatnsaflið er rautt og fjólublátt jarðvarmi. Þar sem svo dæmi sér tekið. Eftir að við höfum afmarkað þessi svæði þá förum við að afla og taka saman gögn og heimildir. Þetta getur verið fræðigreinar og skýrslur og aðrar birtar heimildir, líka gagnagrunnar, til dæmis fornleifaskráning og plöntuskráning, landupplýsinga og kortagögn, til dæmis jarðfræðigögn og vistgerðarkort, jarðvegskort, landnýtingarkort og svo framvegis, og svo niðurstöður rannsókna. Og svo hefur faghópurinn haft svona hjálpargögn eins og þrívíddarlíkön, sérstaklega fyrir vindorkuna og vefsjá. Þannig að það notað, við nýtum okkur öll þau gögn og heimildir sem til eru við komandi svæði og öflum þá jafnvel fleiri og stundum og sérstaklega rammaáætlun hefur stundar líka rannsóknir að kemur að rannsóknum þörf á. Svo að meta verðmæti svæðana og áhrif virkjunarkosta á þeim. Og við verðmætunum skipt upp í 5 flokka sem við kallum viðföng og menningarminjar eru 1 viðfang og náttúruverðmætin skipt upp í 4 viðföng sem eru svo aðgreind í undir viðföng. Og ég ætla svona aðeins að staldra við þessa töflu að því hérna sjáum við viðföngin og undir viðföngin og þið sjáum sem sagt að það eru jarðminjar og vatnafar sem 1 viðfang og svo eru undir viðföngin berggrunnurinn, jarðgrunnur og virkferli og vatnafar og svo þannig dæmi eins og við berggrunn það eru eldfjöll, gígar, hraun og svo framvegis. Svo erum við með viðföng sem eru lífverur, sem eru fuglar, vatnadýr, plöntur og hitakerfir örverur, vistkerfi og jarðvegur, landslag og víðerni sem þá skipt upp í undir viðföngin, landslag og svo víðerni og svo menningarminjar sem eru þá fornleifar, saga, þjóðtrú og svo framvegis. Þannig að þetta í rauninni þessi viðföng og undir viðföng sem við vinnum með í faghópi 1. En svo verðmæti hvers viðfangs og undir viðfangs vegið og metið út frá 2 eða fleiri af 6 viðmiðum. Þessi viðmið eru þá auðgi og fjölbreytni. Hversu auðugt eða fjölbreytt til dæmis berggrunnurinn eða plönturnar eða landslagið fyrir viðkomandi svæði, fágæti, hversu fágætt það, stærð, samfella, heild og upprunaleiki. Það líka hversu stórt svæði, til dæmis ef við til dæmis bara, svo dæmis tekið fuglasvæði til dæmis. Svo þessi alþjóðlega ábyrgð, ber Ísland alþjóðlega ábyrgð á viðkomandi viðfangi eða undir viðfangi, upplýsingagildi og svo sjónrænt gildi. Og þið sjáu að þarna svo vægi í lokaengun, til dæmis vægi jarðminjar og vatnafar, það viðfang hefur 25% vægi í lokaengun sem við gefum. Og svo eru þá svona auki því séu 0,2 og 0,4, þetta svona mismunandi eftir. Þetta bara búið að þróa núna á síðustu árum mjög vel þessa aðferðafræði og við byggjum á henni, munum sjálfsögðu fara yfir hana vel á okkar vinnu á næstu vikum og mánuðum til að sjá hvort það sé eitthvað sem maður þarf að breyta. En þetta byggir á mikilli vinnu. Þannig að þetta eru svona þessar vogtölur, vægi og vogtölur þessar mismunandi viðfanga og undir viðfanga. Við mat á svo verðmætum einstakra viðfanga þá notað svona ólínalegu kvarði sem þá 1, 4, 8, 13 og 20 alveg frá óverulegum verðmætum og upp í mjög mikil verðmæti og mat á áhrifum unnið á sambærilegan hátt og mat á verðmætum og einkunnakvarðinn þá hliðstæður í mat á áhrifum fyrir utan að það hægt að gefa einkunnina 0 ef það eru bara engin áhrif.
Og vinnuferillinn okkar við mat á einstakjum virkjunarkostum fer það þannig fram að við sérfræðingar í hópnum afla og fara yfir gögn og heimildir og gera drög að verðmæta áhrifamati fyrir hvert viðfang og undirviðfang. Þannig að við fáum kostina til okkar frá verkefnastjórn og svo metum við að sjálfsögðu svæðið eins og ég sagði ykkur frá í byrjun og svo förum við yfir þessi gögn og gerum drög að þessu verðmæta áhrifamati. Svo kynnum við í rauninni fyrir hvort öðru, kynnum fyrir faghópnum og ræðum þessi viðföng og undirviðföng. Og það mjög mikilvægur þáttur í starfinu. Við gerum grein fyrir hvaða gögn og heimildir við leggjum til grundvallar og kannski eru ábendingar og viðbótargögn. Og svo fara fram ítarlegar umræður eiginleika þessara svæða, heimildar og myndir, hver eru helstu verðmæti fyrir viðkomandi viðfang og undirviðföng á matsvæðinu, berum saman mögulega við önnur svæði og drögum fram helstu þættir sem hafa áhrif á verðmætamatið. Og svo eru kynnt í rauninni drög að þessari verðmætaeinkunn með rökstuðningi á mati og gæðum gagnanna, fjallað framkvæmdina og helstu þættir sem hafa áhrif og svo drög á áhrifaeinkunn að gera á sama hátt og rauninni rætt ítarlega þessar forsendur og niðurstöður og ofta á fleiri en einu fundum eins og þetta hefur verið á síðustu árum og komist þá að sameiginlegri niðurstöðu. Og svo þá einkunnar, frágöngurinn af þeim þá hefur verið að samræma og svona farið sameiginlega yfir allt saman. En þetta svona okkar vinnuferill hjá FHB sem að fer svo til svo áfram í vinnunum. Þannig að þetta var svona eins og við gerum þetta í FHB. Þannig að takk fyrir. Ljómandi, Hafdís Anna, takk hérlega fyrir þetta. Og þá vil ég bjóða hingað Önnu Dóru Sæþórsdóttur, prófessor í ferðamálafræði við Háskóla Íslands, sem formaður faghóps 2 og hún kynnir þeirra vinnu. Gjörðu svo vel. Sæl. Ég ætla að segja ykkur semst frá starfi faghóps 2 og viðfangsefni okkar að leggja mat á áhrif virkjanakosta á ferðaþjónustu, útivist og landbúnað og annað sem þetta kynni að hafa áhrif á. Og þar vegur ferðaþjónusta þyngst, vegna þess bara hvað hún umfangsmikil í samfélaginu og við erum 9 í faghópnum, ég ekki með nafnalistan okkar en sem sagt þetta fólk sem kemur úr ferðaþjónustunni, fólk sem hefur vita á beit og veiði og þessum viðfangsefnum sem okkur ætla að skoða. Aðferðin sem við beitum svo að við byrjum á því að meta virði svæða og svo þegar við erum búin að því þá leggjum við mat á það hvaða áhrif höfðu virkjanir á virði svæðana, hvernig breytist það við virkjun. Og þarna byrjum við á því að skilgreina eitthvað sem við köllum ferðasvæði og svo erum við með einkunnakvarða og veljum viðföng sem við ætlum að skoða og setjum vogtölu á þessi viðföng og metum síðan virði svæðana og reiknum einkunn þeirra og út frá því þá getum við raða svæðunum í röð byggð á þessum einkunnum. Og þegar þetta búið þá það svona fyrsti áfangi búinn og þá kemur næsti áfangi sem að byggir á því að leggja mat á hvernig hefur virði þessara svæða breyst þegar það búið að virkja. Og það þessi ferill sem ég ætla að fara með ykkur líka gegnum, ég ætla ekki að segja núna, heldur bara vinda mig strax í fyrsta skrefið. Og við erum búin að skipta landinu í 136 ferðasvæði og þegar við búum til þessar einingar ferðasvæði þá það gert út frá eiginleikum ferðamennsku sem stunduð á þessum svæðum. Þannig að þetta svæði sem eiga þar sem stunduð svipu ferðamennska búum við til einingu kringum, en þarna hafa líka áhrif á samgöngukerfi og ferðaleiðir, en líka landslagsþættir eins og fjallgarðar, vatnsföll og fleira. Og þetta semst einingarnar sem við vinnum með. Og faghópur 2 byggir í raun á aðferðafræði faghóps 1 með því að horfa á viðföng og undir viðföng og nema bara við erum með annars konar viðföng. Þannig að við erum með
3 yfirviðföng sem við köllum upplifun, afþreyingamöguleika og notkun og hvert þeirra skiptist nokkur undirviðföng sem eru til dæmis víðerni, fegurð og hvort að svæðin eru friðlýst, hvers konar náttúrufar þarna hverarsvæði eða ummerki eldvirkni, ár og fossar og svo framvegis. Afþreyingamöguleikar, þar að segja hvers konar afþreyingu passar að stunda á viðkomandi svæði, hentar þetta fyrir gönguferðir eða fyrir hestaferðir, hjólaferðir og svo framvegis. Og síðan að lokum skoðum við notkun á svæðinu og þar erum við annars vegar að skoða hvers konar innviðir eru þarna innviðir sem að henta vel fyrir þá sem eru gangandi eins og salerni, gistiskálar og þess háttar eða eru vegir þarna. Hversu langt frá markaði þar sem að fjöldi ferðamanna er mikill svæðið, hversu margir koma þangað og hversu mikilvægt viðkomandi svæði fyrir ferðaþjónustuna og útivist. Og hvert þessara atriða fær síðan vogtölu og svo notum við ákveðna reikniaðferð þegar við reiknum út úr þessum tölum sem við gefum eða þessum einkunnum sem við gefum og þarna erum við í heildina að leggja mat á 21 viðfang en í öðrum áfangarammaáætlun þar sem við þróum þessa aðferðafræði þá byrjum við með 43 viðföng. Þannig að þá það meiri vinna auðvitað við þetta en eftir vinnu við annan áfanga þá gerðum við þáttagreiningu úr öllum talnabankanum sem að koma út og fundum út frá þáttagreiningu að það var hægt að stytta þetta og einfalda og hægt að fækka í þessu 21 viðföng sem eftir eru. Bara dæmi hvernig þetta virkar hjá okkur, þá tók ég hérna ferðasvæðið Öskju. Þið sjáu hvernig það lítur út á þessu korti hérna. Þið sjáu þetta svona rani hérna niður og svo svona hringur í kringum náttúrufyrirbæri Öskju. Og þetta lítur þannig út vegna þess að það liggur þarna vegur, fjallvegur sem að liggur á ferðamannastaðnum Öskju. Þarna fara rútur og bílar, þannig að þetta svona ákveðin fjölda ferðamennska sem að rennur þarna í gegn til að skoða náttúrufyrirbæri Öskju. Og þetta annars konar ferðamennska heldur en til dæmis ferðamennska á ferðasvæðinu Ódáðahraun sem þarna vestan við og ferðamennsku á fremri námu sem þarna fyrir norðan. Þar hérna lítið vegi, fáir ferðamenn, meira gengið og hérna sem sagt og lítil uppbygging. En þegar að faghópurinn sem sagt leggur mat á þessi svæði, þá hann með þessi viðföng fyrir framan sig, með þær rannsóknir og kannanir sem við eigum og þá þekkingu sem að faghópurinn býr yfir og við lítum á hvert viðfang fyrir sig og hugsum hérna hvers virði víðerni eða hversu stórkostleg víðernin við Öskju og nágrenni. Og þarna fær það 10. Og þarna erum við að miða við annars vegar lagalega skilgreining á víðernum en líka ekki síður það hversu margir upplifa víðerni á þessum svæðum. Og þar erum við með kannanir sem segja okkur það að yfir 90% þeirra sem að þarna fara upplifa Öskju sem víðerni. Og sama gerum við með hérna fegurðina, þetta þykir bara stórkostlegt náttúruundur þannig að þetta fær 10 einkunnir það líka. Friðlýst svæði, þar erum við með ef viðkomandi svæði þjóðgarður, þá fær það einkunna 10. Þannig að Askja hluti af Vatnajökulsþjóðgarður, þannig að þarna 10. Og svo Kollakolli, og þetta náttúrulega stórkostlegt svæði, þannig að það bara fullt af 10. Nema þegar kemur að því að leggja mat á það, hversu vel hentar þetta fyrir hestaferðir og veiðiskap, vegna þess að þarna bara mjög erfitt að ferðast á hestum og það heldur ekki veið á þessu svæði. Og það líka bannað að fara á sigla á Öskju vatni þannig að bátsferði þá bara einn á þessum stað. Og þannig tökum við fyrir hvert svæði fyrir sig og hvert viðfang fyrir sig og gefum því einkunn. Og til samanburðar þá hérna fremri námar, það fekk líka 10 fyrir víðerni og 10 fyrir fegurð en aftur á móti fær það bara til dæmis 3 í einhver fyrir torfæruferði vegna þess að það lítið sem ekkert að vegum á þessu svæði.
þegar við erum búin að fara í gegnum öll þessi svæði sem að fjalla hverju sinni áföngu rammaáætlunar, þá erum við komið með virði ferðasvæðana og þarna bara öll ferðasvæði sem voru til umfjöllunar í 4. áfanga listuð upp. Og þá erum við búin með sem sagt fyrsta skrefið. Næsta skref að leggja mat á það hvernig breytist þetta ef að virkjun yrði. Og þá byrjum við á því að skilgreina hvert áhrifasvæði virkjunarinnar fyrir ferðamennsku útivist. Og það virkar þannig að það ekki bara akkurat á þeim bletti sem að virkjunin sem að verða áhrif, heldur gengur ferðamennsku út á það að það verða að fara frá einum stað til annars. Þannig að það eru fleiri staðir sem að verða fyrir áhrifum. Og hérna ætla ég að setja eitt ímyndað dæmi. Ef við værum að hugsa að byggja vindorkuver við Álftavatn sem að á gönguleiðinni Laugavegurinn, þá það ekki bara ferðamennska í kringum Álftavatn sem yrði fyrir áhrifum, heldur myndi líka verða áhrif í Landmannalaugum og í Þórsmörk, upphaf og enda þessara gönguleiðar. Vegna þess að ef að vindorkuverin myndi verða til þess að það yrði minna áhugavert að ganga þessa leið og fólk myndi fara einhvern annað til þess að fara í 5 daga fjallgöngu eins og núna í meira minna í óspilltri náttúru og fólk myndi finna annan slíkan stað. Þannig að það myndi þýða að það fækkaði ferðamönnum í Landmannalaugum og í Þórsmörk og öðrum stöðum þarna á leiðinni. Og þannig, þetta bara gönguferður Laugaveginn, þannig lítum við á að áhrif af vindorkuveri þarna myndi hafa áhrif á Fjallabaksvæðinu. Þarna eru menn að keyra þvers og kruss svæðið, fara á hestum, hjólum og alls konar. Þannig að út frá þessum ferðamynstrum þá skilgreinum við áhrifasvæði virkjana. Og hérna tekið dæmi Hagavatnsvirkjun, þar sem að hugmyndin að byggja virkjun hérna sunnan við Langjökul og hérna yrði lón og stíflur og fleiri mannvirki og áhrifasvæði þessara virkjunar eru þessi sem þið sjáu hérna rauðu lituð. Og það skýrist af því að sem sagt, ferðamennska á þessu svæði yrði fyrir einhvers konar áhrifum af þessari virkjun. Og þegar við leggjum þá mat á þetta, þá skoðum við á ferðasvæðinu Hagavatni, þar myndi einhvern fyrir víðerni fara úr 10 niður í 3 og fyrir fegurðina úr 10 niður í 1. Og þannig förum við í gegnum hvert viðfang og leggjum mat, kerfisbundið mat á hvernig breytist einhvernin. Og nærliggjandi svæði sem á þessu áhrifasvæði, víðerni á Hlöðuvelli sem næsta svæði við hliðina og það skerðist líka vegna þess að mannvirkin yrðu sjáanleg þaðan og á fleiri nærliggjandi svæðum. Ferðamennska eins og til dæmis gönguferðir á Hlöðuvelli, hún yrði líka fyrir áhrifum vegna þess að menn að ganga þarna á milli og sömuleiðis jeppaferðir sem eru súperjeppaferðir sem eru stundum farnar á Gullfoss, það oft verið að prjóna við Hagavatni, þannig að þær geta orðið fyrir áhrifum líka vegna þess að það væri ekki áhugavert að fara í súperjeppaferð á Hagavatni þegar væri búið að malbika þangað. Og þannig tökum við fyrir hvert viðfang fyrir sig og náum utan heildaráhrif af þessari framkvæmd. Til þess að summera þessi áhrif saman, þá reiknum við út eitthvað sem við köllum afleiðingastuðull og hann reiknaður út frá virði svæðana fyrir virkjun og virði svæðana eftir virkjun, þar að segja mismunin þarna á og við margföldum upphæðlegt virði við breytinguna og það myndar þá afleiðingastuðull fyrir viðkomandi svæði. Og til þess að ná samanlögðum afleiðingum, þá það að summera saman og það myndar heildaráhrif virkjunarinnar. Þannig að því meira virði sem að svæðin eru, því meiri áhrif eru og því meiri röskun, því meiri áhrif og því víðfeimari áhrif, þá náum við utan það líka. Og þetta bara dreifingin á þessum áhrifum. Þannig að út frá þessu þá röðum við virkjanakostunum og nú bara birtist ekki grafið sem ég var búin að sýna hvernig sem stendur á því. En, þarna sjáum við það.
Þannig að sem sagt, mestu áhrifin hérna efst og minnstu hérna neðst. En síðan erum við líka að skoða landbúnað og skiptum því annars vegar í beitarhlunnindi, hins vegar veiðihlunnindi. Þegar við skoðum beitina þá erum við með sömu einkunnakvarða sem við flokkum eftir því hversu vel svæðin henta fyrir beit frá 0 og upp í 10 og svo metum við hvernig rýrnar svæði sem beitiland eftir virkjun og út frá því þá röðum við áhrifunum eftir beit. Og svo varðandi veiðihlunnindin, þá erum við með þetta svipað, nema hérna erum við líka með jákvæðartölur, þar að segja virkjun getur leitt til þess að það verði betri veiði í ákveðnum á. Þannig að við erum með sem sagt líka plústölur. Og hérna er dæmi sem sagt áhrif veiðihluninda og svo þurfum við að ná utanum og leggja þessar tölur saman. Þá lítum við til landsframleiðslu og byggjum á sem sagt framlagi þessar greina til landsframleiðslu. Þar ferðaþjónustan stærst, hún með tæp 90%, veiðar 6,4% og beið 3,8%. Og til þess að ná utanum þetta allt saman, þá tökum við hæsta afleiðingarstuðulinn og segjum ok, hann hefur einhverjuna 10 og lægsta hefur einhverjuna 0. Og svo reiknum við aðrar einkunnir út frá því. Svo tökum við einkunna sem að beit og veiði fengu og reiknum þetta saman. Og þannig fáum við þá loka niðurstöðu faghóps 2 sem við afhendum verkefnastjórn og boltinn yfir til þín Jón Geir. Ljómandi. Takk kærlega fyrir þetta, Anna Dóra. Og þá vil ég bjóða næstan hingað í pontu Jón Ásgeir Kalmansson sem aðjúnkt við Háskóla Íslands og formaður faghóps 3 sem fæst við samfélagslega áhrif. Gjörðu svo vel, Jón Ásgeir. Já, komið sæl. Já, ég sem formaður í faghópi 3 og með mér í hópnum núna eru Guðbjörg Andrea Jónsdóttir, forstöðukona Félagsvísindastofnunar, Sjefnun Vilhelmsdóttir sem skólastjóri Landgræðsluskólans og Hjalti Jóhannsson sem hjá Rannsóknarmiðstöð Háskólans á Akureyri. Þannig að við erum 4. Nú, það hefur gengið svona hægar að móta aðferðafræði fyrir verkefni faghóps 3 heldur en í hópi 1 og 2 og okkar svona ef ég tala, nú hef ég verið í áfanga 3, 4 og núna í 5 þannig ég ætla svona aðeins að tala út frá þessum 3 áfangum og vinnunni í þeim. Og við höfum nú svona verið að reyna að svona leggja það niður fyrir okkur hver eru þessi samfélagslegu áhrif sem við þurfum að meta. Og þarna höfum við lagt til grundvallar eða gerðum það í 3. áfanga svona viðmið frá alþjóðasamtökum mat á samfélagslegum áhrifum framkvæmda. Og eins og þið sjáu þá þetta býsna fjölþætt atriði sem að koma þarna til sögunar þegar verið að meta samfélagslega áhrif framkvæmda. Þetta eignarréttur, búseta, lýðfræði, þjónustu og innviði, samheldni, stöðugleiki, stjórnmál, ótti og voni, lífstíl og menning og umhverfið. Og það má kannski segja að svona í þessari vinnu, í þessum áfengum þá hefur svona verið að reyna kannski að einangra það sem skiptir máli í okkar aðstæðum hér á Íslandi og við þetta verkefni sem við erum að vinna að í rammaáætlun. Nú í 3. áfanga þá lögðum við, það var strax áherslu á það að hafa samráð við íbúa. Og það sem við gerðum í 3. áfanga var að við þetta er svona
þetta það sem ég var að segja, þetta svona verkefni að móta þessa aðferðafræði að hana hefur vantað hingað til. Og við höfum byggt á þessum alþjóðlegu svona leiðbeiningum. En í 3. áfanga þá ákváðum við að leggja þunga áherslu á samráð við íbúana og við kynntum svona þessa virkjunarkosti sem voru til umfjöllunar sérstaklega við tókum fyrir 3 svæði. Það voru Þjórsárssvæðið, Skaftárhreppur og Skagafjörður og við svona reyndum að kynna þessa kosti eins vel og við gátum, fengum Orkustofnun í lið með okkur og síðan höfðum við svona rýnihópavinnu og annað í þessum dúr og Félagsvísindastofnun síðan hélt utan með þetta fyrir okkur. Og síðan vorum við líka með skoðanakannanir á einstökum svæðum og á landinu öllu. Og þetta var svona viðleitni okkar til að þrengja kannski svona vinsa úr þessum samfélagslegu áhrifum og fá íbúa og aðra til að sveitarstjórnarfólk og sérfræðinga til að hjálpa okkur við það að svona fá fram hvað skiptir sérstöku máli þegar við erum að skoða samfélagslega áhrif virkjunarkosta. Og þetta var heilmikil vinna sem við unnum á frekar stuttum tíma, þannig að við höfum 7-8 mánuðir í 3. áfanga til að vinna þetta. Nú í 4. áfanga þá, af ýmsum ástæðum þá komu virkjunarkostir í 4. áfanga frekar seint til umfjöllunar. Þannig að við ákváðum í 4. áfanga að skoða mat íbúa á samfélagslegum áhrifum virkjunarkosta sem fyrir eru og þá sérstaklega á Norðurlandi og bæði í Suður-Þingeyjarsýslu og í Austur-Húnavatnssýslu og þá vorum við aftur að vinna út frá þessum svona alþjóðlegu viðmiðum hvaða þættir skipta máli og vorum að fá íbúa til að svona meta það í ljósi reynslunar af þessum virkjunarkostum sem eru á nú þegar til staðar. Og við síðan, þetta var svona vinna sem miðaði að því að móta þessa aðferðafræði og fá svona skýrari mynd af því hvaða samfélagslegu áhrif mismunandi hópar íbúa á nærsvæðum orkuvinnslu telja mikilvægt að horfa til og svona reynslunar. Og þessa reynslu síðan og svona niðurstöður okkar úr þessum rannsóknum notuðu við síðan til að reyna að svona móta aðferðafræði þegar við lögðum mat á þá kosti sem voru til umfjöllunar í 4. áfanga. Og það má kannski segja að svona niðurstaðan sé svolítið svo að megi skipta þeim samfélagslegu áhrifum sem fólk svona talar mest í tvennt. Það eru efnahagslegu áhrifin annars vegar. Það eru hlutir eins og aðgengi að orku og raforku öryggi, einkum í byggðarlögum fjarri efnahagslegri miðju landsins. Það eru auknir möguleikar á nýsköpun. Það sköpun starfa og þarna koma jarðvarmavirkjanir svona ofar á blaðið þar sem að fólk sér aukin tækifæri til að nýta orkuna hvað þær varðar til ferðaþjónustu meðal annars. Og það náttúrulega svona gjöld og skattar sem fólk horfir til og það líka eignarhald. Og það var töluvert talað það í þessum rannsóknum okkar að eignarhald skiptir íbúana máli. Og svo það svona náttúrulega uppbygging innviða. Nú, hinn megin þátturinn sem að svona má draga út úr þessum rannsóknum okkar hingað til að það svona samfélagsleg samheldni, áhrif á samfélagið sem að framkvæmdir hafa.
Íbúar telja að virkjanir geti haft umtalsverð áhrif á samheldni. Það skiptir íbúana miklu máli að það sé vel staðið að kynningu á virkjunarkostum og það sé samráð við íbúana almennt. Og svo það auðvitað svona náttúran sem að skiptir fólk auðvitað líka máli og hefur áhrif á hvernig fólk metur áhrifin á samfélagið. Þannig að þetta svona það sem við getum sagt að áfangar 3 og 4 hafi leitt í ljós og við núna í áfanga 5 þá ætlum við einfaldlega að byggja á þessari reynslu og þessum niðurstöðum til að reyna að setja fram svona mótaðri aðferðafræði í áfanga 5. Við ætlum að byggja á þekkingu faghópsins úr fortíðinni og svo ætlum við náttúrulega líka að byggja á eins og Jóngeir minntist á heimsmarkmiðin og svona orkustefnu stjórnvalda. Það eru svona leiðarljós þar líka sem við getum notað og svona til að styrkja þessa nálgun okkar. Þannig að það sem við erum að horfa á núna er að matið muni byggjast á nokkrum þáttum og þá það í fyrsta lagi samheldnin. Og það sem við munum þá fyrst og fremst horfa til svona gæði og gagnsæi undirbúnings af hendi virkjunaraðila, tegund samráðs og við hvert samræðu við hverjan og eru einhverjar ástæður eða sérstakar líkur á deilum vegna sérstöðu eða náttúrugildi svæðis. Í öðru lagi erum við að horfa til orkuöryggis og aðgengis að orku. Hve líklegt að ný orkuvinnsla auki á orkuöryggi og jafnt aðgengi almennings og fyrirtækja að orku á tilteknu svæði. Og þarna eru Vestfirðir kannski svona augljósdæmið að það svona aðgengi að orku og orkuöryggi kannski tæpara heldur en víða annars staðar á landinu. Ávinningur nærsamfélaga, við munum reyna að leggja mat á þetta. Hlutdeild sveitarfélaga sem verða fyrir áhrifum af orkuvinnslu í ávinningi og tekjum af orkukostinum. Ávinningur þjóðarinnar. Þetta líka svona atriði sem við drögum út úr þessum rannsóknum okkar hingað til og líka til dæmis út úr orkustefnunni til 2050 að það skiptir máli að ávinningur þjóðarinnar sé sem mestur auðvitað. Hlutdeild þjóðarinnar í ávinningi af virkjunarkosti og þarna erum við jafnvel að horfa til þess að taka mið af eignarhaldi á orkufyrirtæki. Og síðan í síðasta lagi það innviða uppbyggingin, hvaða vegabætur, hvaða fjarskiptabætur og svo framvegis fylgja viðkomandi framkvæmd og hve líklegar eru þær til að bæta lífsskilyrði íbúanna. Og síðan erum við að velta fyrir okkur núna að við þurfum auðvitað svona setja vogtölur á þessa þætti og það kemur til greina að gera það að einhverju leyti út frá könnunum og öðru slíkum. Þannig að það sem við erum sem sagt núna að horfa til það í 5. áfanga er að beita þessum tækjum sem við höfum haft. Það eru rýni viðtöl, það eru skoðanakannanir, það eru almenn auðvitað gagnaöflun og hugsanlega íbúafundir líka. Og við munum svona reyna að nálgast það meira en verið hefur hingað til að móta svona matskvarða sem að við getum þá beitt vonandi til að raða viðkomandi virkjunarkostum. Já, þá ég bara búinn. Takk.
Ljómandi, takk hérlega fyrir þetta Jón Ásgeir. Þá vil ég bjóða hingað Pál Jensson, prófessor emeritus við Háskólann í Reykjavík sem formaður faghóps 4 hagkvæmni og arðsemi virkjanakosta og hann ætlar að kynna störf hópsins. Gjörðu svo vel, Pál. Takk. Komið sæl. Ég hnuplaði þessari mynd frá þér, Anna Dóra, og svo ansi góð. Skiptir maður hérna með þessu. Já. Við í faghópi 4 höfum ákveðið hlutverk samkvæmt lögunum rammaáætlun og það fyrst og fremst að fjalla hagkvæmni og arðsemi virkjanakosta. Það þessi efnahagslega vídd sem okkur falið að taka fyrir. Við munum reyna að meta önnur hagræn áhrif eins og sérstaklega tengikostnað og við fengið góð viðbrögð frá Landsneti aðstoð við það og hugsanlega áhrif á uppbyggingu meginflutningskerfis raforku. Og síðan gætu komið inn aðrar tekjur heldur en raforkusalar, sérstaklega hjá jarðhitavirkjunum, þar sem talað jafnvel auðlindastrauma. Þannig að það sé hægt að fá fleiri tekjur heldur en eingöngu af sölu raforku, eða bara af heitu vatni. Vatnsaflsvirkjanir sumar gætu líka haft aukatekjur af sölu á svokölluðu jöfnunarafli eða reglunarafli til vindorkuvera. En við vitum að hér á Íslandi einstaka sinnmálá og þá framlega vindorku ekki mikið og það gæti þurft að bæta þá upp fyrir notendum og þá kemur inn ákveðin kostnaður fyrir vindorkuverin en líka ákveðna tekjur fyrir þá fyrst og fremst vatnsaflsvirkjanir. Þetta svona í stórum dráttum hlutverkið. Munum við fá gögn til að gera þetta? Að sumleyti þá munum við fá gögn frá Orkustofnun því að virkjanaaðilum skylt að senda þeim upplýsingur orkugetu, upplýsingur stofnkostnað og þess háttar. En það annað sem við þurfum að sjálfa að meta eins og til dæmis rekstrakostnað. Í einstaka tilfellum þá getum við náttúrulega kallað eftir sértækum gögnum. Og ég búinn að fjalla tengikostnaði flutningskerfi og ég búinn að fjalla varmaframleiðsluna og jöfnunaraflið eða reglunaraflið. Svo aðferðafræði sem við ætlum að beita, við ætlum að hverfa dálítið tilbaka til áfanga 1 og 2 og taka upp aftur þá aðferð sem þar varð til og það að reikna út núvirði og innri vexti af virkjanakostum til að meta arðsemi þeirra og í áfanga 1 var þetta kallað heildarhagnað, þar sé allar tekjur yfir líftíma eða áætlunartímabil virkjunar og frádregnum öllum kostnað, bæði stofnkostnaði og rekstrakostnaði. Við ætlum líka að reikna mælikvarða sem mjög mikið notaður bara út í heimi sem getum kallað mælikvarða á hagkvæmni virkjunars. Það eiginlega hlutfall núvirts stofnkostnaðar og framleiddra orkueininga. Þegar við förum út í þessa núvirðingu þá eru 2 meginforsendur sem við þurfum að gefa okkur sem eru alltaf umdeilanlegar og það áætlunartíminn eða sem margir kalla líftíma sem ekki alveg rétt því að þetta bara fyrst og einn spursmál yfir hvaða tímabil valið að reikna núvirðið og það blasir við að það verið mismunandi fyrir þessar 3 gerðir af virkjunum fyrir vatnsaflið, jarðvarmann og vindorkuna. En við þurfum einnig að reikna eða leggja mat á reiknivextina sem notaðar eða svo ávöxtunarkröfu og þó að eins og ég nefndi þó að það sé alltaf umdeilanlegt hvaða mat verður þarna sett fram að þá munum við gera næmni greiningar til að sjá áhrifin af öðrum gildum og auk þess teljum við að þetta þurfi ekki að breyta svo mikið röð virkjanakosta sem fyrst og fremst það sem við erum að ná ákveðin niðurstöðu
Þá ætlum ég bara að lokum að kynna hópinn. Ég hef sem sagt marga áratuga reynslu af arðsemimat og hagkvæmni athugunum en einnig reiknilíkunum á sviði svokallara aðgerðarannsókna. Auk mín Auðun Anna Baldvinsdóttir, hún með hagfræðimenntun, meistaragráði hagfræði, nú hjá Iðunn H2 en var áður í 7 ár hjá Landsvirkjun og hefur starfað víðar. Margrét Arnarsdóttir með meistaragráði í vélverkfræði en reyndar einnig viðskiptafræðingur og hún starfaði núna hjá Ölgerðinni en hún starfaði í áratug að vindorkuverkefnum hjá Landsvirkjun. Marta Rós Karlsdóttir með doktorsgráðu í vélverkfræði þar sem hún tók fyrir jarðhita og eins og Margrét verður okkar sérfræðingur vindorkuna, þá verður Marta okkar sérfræðingur jarðhitann og jafnframt hún okkar tengingin í Orkustofnun því hún starfar þar núna. Og loks Sveinn Ingi Ólafsson, hann með meistaragráðu í vélaverkfræði og mjög reyndur verkfræðingur, var framkvæmdastjóri hjá Verkís árabil og okkar megin sérfræðingur vatnsaflsvirkjanir. Þetta var svona faghóp 4 og þá sem eru í þeim hópi. Takk fyrir. Ljómandi, takk hérlega fyrir þetta Páll. Þetta voru þær framsögur sem við höfðum skipulagt og lagt upp með góðu gestir. Þannig að ég vildi þá núna í framhaldinu færa okkur yfir í umræður, spurningar og svör og eins og ég skil rétt annars Sigga þá streymið þannig að það ekki laus mikrofón, heldur ef það sem spurning að þá þurfum við hér að bera hann upp í mikrofónin. Þannig að það bara komið þannig og ég að velta fyrir mér að þú, Þórgnýr, fulltrúi í verkefnisstjórn rammaáætlunar væri tilbúin til þess að koma ef að á þyrfti að halda varðandi svona skipuleggja halda utanum spurningar og svör. Þetta góðmenn, það svo góðmennt það þarf kannski ekki svakalega mikla stjórn en ef við bara segja orðið sér laust og bara hverju byrja. Sveinn? Sko, okkur grunar að það heyrist ef það tala hátt og snjallt, það nefnilega hljóðnema system uppi sikkurum megin, þannig að ef það tala hátt og snjallt og bara kynna sig og bera fyrirspurn eða pælingu. Varstu að gefa mér orðið? Já, gerð svo. Já, takk. Takk hérlega fyrir þessa ákveðinni og ykkar góðu vinnu. Til við aðeins óvart að ég opna umfjöldun aftur fjórða áfanga og ég ætla að spyrja hvort ég hafi skilið það rétt að það takmarkist við faghóp 4, það að segja efnahagslega þáttina því að hann í sjálfur skilaði bara auðu síðast og verið skililegt út frá því og þá kannski bara hversu langan tíma reiknum með að slíku umfjöldun taki áður heldur að tillaga fari í auglýsingu eins og það hefur verið að ráða. Og síðan kannski bara faghópa 1 og 2 er þetta sama aðferðafræði sem að lýst var hér eins og var í áfanga 4 eða einhverjar breytingar á milli 4. og 5. áfanga. Já, kannski aðeins 4. áfanga, ég skildi þetta ekki alveg með þessa 29 kosti sem að fór aldrei áfram í neitt mat í 4. áfanga, ætlið að vinna með þá áfram undir 4. áfanga eða undir 5. áfanga eða Svo bara því að mér var svo forvitnilegt hjá Jóni Ásgeiri þegar hann nefndi að eignarhald hefði áhrif á afstöðu gagnvart verkefnum. Hvernig það sæi fyrir sér að eignarhald gæti haft áhrif á mat á verkefni í faghóp 3. Akkurat, þetta voru nokkur atriði. Nú vitum ekki hvort þetta heyrðist út á netni, vitum við það. Ekki treysta því. Kemur þá fram í svörunum? Já, fyrsta spurningin var þá afurðir verkefnisstjórnar í 4. áfanga og kom Helga óvart að þær séu þá teknar upp að 9 held ég að það voru orðaða
Vilt þú svara þessu, Jón Geir? Ég get gert það bara mjög gjarnan, sko. Eins og við skiljum það, þá já, takk fyrir þetta kærlega. Sko, við lítum ekki svo á það sem fyrir að taka eitthvað upp. Það var skiluð af fjórða áfangi skilar afur til hins 5. Skilur, þannig að það er ekki verið að taka neitt upp. Það er verið að vinna það áfram og sérstaklega hvað var það sko vindorkukostina í fjórða áfanga. þá var ekki unnin á þeim þessi hagræna greining, heldur var svo flokkun í raun og veru innri röðun ef við skilum rétt á þeim kostum sem voru metnir. Þannig að við lítum svo á að þegar kemur að því að við getum sett okkar tillögur röðun í almenna umsögn, þetta ferli eins og þið þekkið sem lögin búa til, fyrst þessa 2-3 vikna umsögn og svo 3 mánaða, að þá þurfum við að hafa gögn þessa þætti til þess að geta staðið báða fætur og sagt af þessum að leggja mat á þetta eins og lagt upp með. Þannig að það eru þættir sem við erum að líta til. Sko. Ég get svarað fleiri spurningum, svo spurður þú líka þessa viðbótar vindorkukosti. Eins og ég skil að þá lágu ekki fyrir fullnægjandi gögn þá á þessum knappa tíma sem í raun og veru rammaðist inn fyrir 4. áfangan að vinna sína vinnu. Það var liðið talsett á skipunartíman þegar þau komust af stað með eiginlega virkjanakosti og eins og ég skil að þá endar það í því að þau gátu tekið til efnislegrar vinnu eina 4 eða 5 vindorkukosti en svo voru einhvers staðar á milli 20 og 30 aðrir sem aldrei komust svo langt. Þannig að það einmitt það sem við erum þó að líta til núna í samstarfi við Orkustofnun. Var eitthvað sem vantaði upp á, hvað vantaði upp á og hvernig væri þetta hægt að taka þá áfram. Það undir 4. áfanga eða 5? Já, svo var það, svo varst að spurja næstu spurningar sem snerist sko 4. versus 5. Það er ekkert sem tekið upp á grunni 4. áfanga sérstaklega. 4. áfangi rennur saman við hinn 5. Þannig það er bara mjög einfalt. Það er ekkert sem sett sérstaklega fram annað en að það voru orkukostir sem voru unnir og sem var unnið að mati á sko tímabili 4. áfangans. En hans tími var ekki nægur til þess að koma því umsókn og koma þeirri vinnu áfram. Þannig að þá gengur vinnan til 5. áfangans. Þannig að þegar við setjum það í umsagnir að þá er það auðvitað gert á okkar líftíma sem 5. áfanga. Þannig að en með auðvitað þá bara tengist hinnu. Varðandi tímasetninguna sem er mjög góð spurning að þá eru svo sem þessi aðferðafræði eins og Páll og Jón og þeir voru að draga fram þær eru svona að koma fram núna á vormánuðum hvaða tækju nákvæmlega við viljum beita til þess að vinna þessar greiningar. Þannig að ég vil ekki nefna neina sérstaka tímasetningu hér en bara koma því sem ég sagði í mínum inngangi að við erum að reyna að skipuleggja okkar vinnu út frá því að við þurfum ekki að bíða eftir lokum okkar skipunartíma til þess að setja eitthvað í umsögn. Við getum mögulega tekið þá kosti sem búið að lúka og fullnusta greiningu á og farið með þá fram að leiðu þær eru klári. Sko. Þannig að og eins og ég skil aðferðafræði faghóps 4, eins og Páll var að draga hér fram en hann getur bætt við í það ef ég fer ekki rétt með, að þá er það ekki aðferðafræði sem kallar á tímafreka vettvangsvinnu. Heldur meira vinna sem á sér stað með tölur og gögn sem að þá eðli málsins samkvæmt ef að gögnin eru fyrirliggjandi ætti ekki að þurfa að taka nærri eins langan tíma eins og ef verið að meta einhverja þætti í náttúru eða öðru slíku. Sko. Þannig að, og svo var önnur spurning Helgi sem ég hefði haldið að þið kannski getur bætt inn í og hún var hvort að sé orðin einhver breyting á aðferðafræði úr hópi 1 og hópi 2 núna í þessum áfanga og þær eru eiginlega betur til þess fallnar af þess Anna Dóra að svara því. Takk. Í stuttumáli þá bara höldum við okkur við það sem við höfum gert til þessa. Við slípum áfram til, bara svona eftir því sem reynslan og viðbót og gögn fær okkur, en í grunninn þá höldum við okkur við það saman. Það er bara nákvæmlega eins í okkur. Við leggjum upp með að nota sömu aðferðafræði og í 4. áfanga, en nú erum við að byrja 5. áfanga þannig að við munum sjálfsögðu fara yfir og skoða aðferðafræðina hvort það er eitthvað sem þarf smávægilega breytingar en allavega það sem við kynnti hérna á var eins og 4. áfanga. Jón var spurður eignarhald og sérstaklega. Já. Og hingað.
Jón. Já, takk fyrir Helgi að spyrja þetta. Þetta góð spurning. Sko, hugsunin bara að hvert rennur arðurinn af framkvæmdinni. Og það ljóst að ef fyrirtæki í almannaeigu þá rennur arðurinn væntanlega til almennings. En þetta ég gerir mig grein fyrir að það eru þarna stóra spurningar auðvitað, hagfræðilegar og stjórnmálulegar. Þannig að það er mjög gott að fá umræðu þetta ef þið viljið láta í ljós skoðanir ykkar á þessu. Takk. Takk fyrir. Orðið er endalaust. Gjör svo vel. Gjarnan. Og ég kom upp. Þú ræður því. Bara... Ég er sérstaklega ánægja því. Nei, ég tala hátt og snjallt til auka líkunar og allar heyri. Já, takk fyrir mjög góða kynning og gagnlega. Býsna góð byrjun á ramma 5, mínum mati. Fáeinar spurningar. Það er kannski orðið ákveðna breytingar á viðhorfum gagnvart víðernum. Mikilvægi þeirri vaxandi, ég sé það í faghópi 1, virðast ennþá hafa lítið gildi. Það er þarna á milli landslag og víðerni. Er þetta eitthvað sem þarf að skoða betur? Víðerni verða sífellt færri á heimsvísu. Það er svona spurning. Og líka þetta sem er erfitt viðfangsefni í faghópi 1, það er þetta þegar þetta er einstakt fyrirbæri. Þeir eru þarna með mörg viðmið, ég man hvað eru mörg og undir viðmið. En ef það er eitthvað alveg einstakt og kemst það ekki hærra en 10 sýndist mér og þá vantilega 0 í áhrifunum. En ef allt annað er í góðu lagi þá kannski jáður, það er hann hópur. Varðandi hóp 3 sem hefur alltaf verið vandræðabarn í þessu samhengi, mjög áhugavert það sem að búið er að gera, vonandi leiðar til einhvers góðs í hvernig má nýta á þekkingu til þess að meta kostina. En það er náttúrulega eitt þarna, þetta eru samfélagsáhrif, hvernig afmerkaðir svæðin. Sumar virkjanir hafa nú haft bara áhrif á allt samfélagið. Allt samfélagið farið á annan endan eins og við þekkjum sem erum ekki fædd í gær. Og það er horfur því að sama geti gerst í framtíðinni. Þannig að hvernig afmörkum við? Og svo er það náttúrulega, ef að við erum með einhvað upp á hálendinu og við erum náttúrulega með þarna allavega með Skrokköldu og Kjalölduvirkjun sem Landsvirkjun er að reyna að halda í þó að sé búið að reyna að koma henni út. Hvernig gerum við það? Hvaða samfélag er það þá sem ræðir? Og þetta náttúrulega eignarhaldi er afskaplega verður spurning að ræða. Þegar við sjáum það náttúrulega núna í vindmyllunum hvað er að gerast og það er orðið svakaleg breyting á þessu landslagi því að það er að koma inn svo mikið af fjármagni sem ekki var til áður nema hjá okkar eða fyrirtækjum í eigu almennings sem þóttu stundum að fara til útlanda að fá að láni til þess að geta framkvæmt. Nú virðast peningarnir vaxa á trjánum. Þannig að þetta er orðið mjög breytt. Svo er þetta til verkefni stjórnar, þá er hægt að bæta við einu sinni á ári. Þetta finnst mér svolítið óþægilegt ef að þetta er svona sívirt. Maður er erfitt að fá yfirsýn ef maður er að fylgjast með og erfitt að fá samanburð. Er þetta nauðsynlegt? Ég veit að menn sækjast eftir sveigjanleika, en svona frá mínum bæjardyrum er nú engin neyð, engin orkuskortur í landinu þó aðrir kunna hafa þá skoðun, kannski meira forgangsröðun. Þannig að er þetta neyðin sem kallar á þennan sveigjanleika. Takk fyrir. Ok, ég sé að þú varst að skrifa fullu. Sko, ég skal kannski svara síðustu spurningunni, svo held ég að spurningin víðernin og einstöku fyrirtæki þú hafði sanna og svo voru spurningar gagnvart hópi 3, Jón. Ég er búin að fá þau skilaboð utan bæ að spurningar heyrast. Ef fólk talar hátt og snjallt, þá heyrast spurningar. Já, sko, ef ég tek hérna spurninguna í sambandi við þessa tillögu að þetta sé opið. Sko, og nauðsyn, ég er ekki endilega í færum að vega og meta hvort og hvað sé endilega nauðsyn, en við erum mjög upptekin af því í verkefnastjórninni að þetta sé mjög gott stjórntæki sem er að takast á við mjög krefjandi áskoranir í samfélaginu. Það sem hefur hins vegar
ekki gengið sem skildi að ná lúkningu í hina endanlegu ákvarðanatöku. Það hefur þetta verið alls konar ástæður, 3. áfanginn hefur farið 4 sinnum fyrir Alþingi og það eru langt liðið síðan það var samþykkt síðast á Alþingi flokkun orkukosta á grunni rammaáætlunar. En það ekkert sem hindrar að vinna verkefnisstjórnin geti í raun og veru haldið áfram og að hún geti unnið til út í ráðherra þess vegna. Og ef það fara að teiknast upp svona langir tímaásar að þá eru við upptekin af því getum við reynt að verða innan rammalagana breytingar sem geta lotið af því að það sé hægt að bæta virkni stjórntækisins. Og við höldum að það sé ekkert sem hindri í að við höldum áfram þessari heildari yfirsýn. Það er mjög mikilvægt að þetta er 5. áfangi rammaáætlunar. Það er búið að fjalla mörg 100 virkjanakosti. Þetta gæti verið mjög erfitt eins og nefnir Tryggvi að rammaáætlunar væri að byrja. En þegar hún er komið á þennan stað og það liggur fyrir flokkun á svo mörgum kostum að þá erum við mjög áhugasöm að velta þessu fyrir okkur eitthvað sem hindrar að við getum opnað á þetta með meiri regluböndum hætti. Og teljum að það geti gengið upp. En hvort það hinn brýna nauðsyn út frá vernd eða nýtingu, það er svo allt aðra víti sem við erum kannski ekki endilega að líta til í því sem við erum að leggja til. Svo ég bara svona reyna að kjarna niður það sem við erum að reyna að hugsa. Þetta átt að vera samræður, þá má ég kannski koma með ansvör við þessu eða er það ekki leyfilegt? Við höfum góðan tíma, það bara snöggur. Já, bara... Hindrunin liggur hjá stjórnmálamönnum. Hún liggur ekki hjá fagfólkinu, ekki hjá stjórnsýslunni. Þannig að það er ekki verið að leysa neitt. Það er bara verið að setja eina viðbótar lúpp í þetta að mínum mann. Þannig að ég sé ekki hvað við erum að bæta. Ef að stjórnmálamenn eru færir að leysa úr tillögum verkefnisstjórnar á þeim tíma sem við þurfa, nú hafa það fengið 5 ár eða 6 ár til þess, ef við getum gert það betri, þá er máli leyst. Og ég sé ekki hvernig þetta á að leysa okkur þeirri klípu sem er megin klípa. Nei, þetta er svona. Ég má skjóta inn í bara frá mínu brjósti að þá má kannski á móti spyrja. Ef það er knippi virkjanakosta sem að teljast fullmetnir og lítill ágreiningur og auðvelt að falla inn í heildarröðuna sem að til fyrir, af hverju skildum við bíða með það? Það er svona spurning sem Marti spyrir á móti og við höfum velt fyrir okkur til þess að bæta virkni með fulli virðingu fyrir tækinu en bæta virkni þess. Það var svona viðbótar innlegg. Svo spurtum við víðerni og mat á víðernum og svo því sem að telst vera einstakleika. Já, en það væri Hafdís Hanna sem myndi svara því hvað með það sig. Já, takk Tryggvi fyrir þessa spurningu. Svona ég verið að svara þessu með, nú er landslagsvíðerni 25% af vægi lokaengum og þá landslag 67% af þessum 25% og víðerni 33%. Já, bara eins og ég nefndi að við erum núna, það sem ég kynnti áðan í rauninni og þessi viðföng og þessi vægi lokaengun eins og þetta var í 4. áfanga og byggir það á þessari löngu sögu. Það sem við munum núna gera er að fara yfir þetta bara vel í faghópnum, bæði þá landslagsvíðerni líka menningarminjarnar sem er núna 10%, lífverurnar sem eru í heild eru 20%, þannig að þetta er svona bara vega á meta en bara takk fyrir þennan punkt. Við munum skoða þetta allt saman mjög vel. Varðandi þið sem er einstakt, það er rauninni líka það sem hefur svona aðeins verið rætt, hvort að við að setja svona einhver svona rauð flögg fyrir það sem er svona eitthvað mjög einstakt, en það er það sem við þurfum líka rauninni fara yfir í vinnunni framöndan. Því við erum núna að fara yfir staðferðafræði í nýju faghópi, þannig að ég hef ekki svör við núna en þetta er eitthvað sem við munum skoða áfram. Ég vona að það er svona svar í spurningu. Og það er þá Jón Ásgeir sem að tæki þarna. Já, einmitt. Já, kærar þakkir fyrir spurninguna. Þetta er náttúrulega bara góð spurning hvernig metum við eða afmörkum áhrifasvæði. Þetta hefur verið hjá okkur bara svona, eiginlega landfræðilegt mat og greining og yfirleitt hefur þetta nú svona
legið nokkuð ljóst fyrir svona hvaða nærsvæði eru til skoðunar, en þó það nú þannig að svona kostir í til dæmis einu sveitarfélagi getur valdið umræðum eða áhyggjum í öðru sveitarfélagi. Við erum meðvituð það og það þarf að skoða það og það en varðandi hitt sem þú nefndir að auðvitað ef það stefnir í verulega deilur bara á landsvísu einhvern kost, þá það held ég augljóst að það myndi hafa neikvæð áhrif á samfélagslegt mat. Það myndi draga niður þann kost og við þekkjum það náttúrulega okkar sögu að slíkt hefur komið upp hjá okkur. Þannig að það væri, held ég, alveg ljóst en það, ég vil nú líka draga það fram af því að það hefur svo margoft komið upp í okkar vinnu að það skiptir svakalega miklu máli hvernig framkvæmdaaðilar standa að kynningu og umræðum þann kost sem að þeir tefla fram. Af því að það í sjálfu sér hefur svo mikil áhrif á samfélagið. Það getur valdið svo mikil úlfúð bara ef það ekki vel staðið að því að hálfu virkjunaraðila. Takk. Það var spurt ekki líka hálend. Var það ekki rétt? Ef það væri samfélagið og hálendið þar sem enginn býr. Er það ekki rétt í? Var að spurja þegar að virkjanakosturinn liggur langt frá einhverju tilgreindu samfélagi. Hvað skilur að þá sem samfélag? Það hefur nú bara ekki komið upp hjá okkur enn, sá vandi, þannig ég veit ekki alveg hvernig við myndum. Skrokkaldadæmi inn á hálendið? Já, við þurftum bara að skoða það sérstaklega. Má ég búið að spyrja þegar með úti hérna? Það kom beiðinni á streymi að þáttakendur og sall kynntu sig. Já, það stóði mér til, ef ég búið að skjóta beiðinni. Sælverið, ég Finnur Beck og starfa hjá Samorku. Þakka öllum framsögumönnum mjög góð erindi og það er mjög dýrmætt fyrir okkur sem störfum í sama geira í rauninu og ef við lesum margar skýrslur að fá svona innsýn og fá kynningu það skilum að betur hvernig þykist ráða þessi stóru verkefni sem að faghóparnir og verkefnisstjórnin eru með. Ég með nokkrar spurningar að ég bara beintengt því sem að var að koma hérna fram því þið eru að athuga viðhorf og samfélagsáhrif fólks skapta því hvernig staðið er að kynningu á verkefnunum, hvernig þetta spila saman að kanna einhvern veginn hug fólks áður en að margvíslegt ferli sem fyrirskrifað í lögin á sér stað. Þá er ég sérstaklega að vísa til lýðræðislega ferli sem fer fram þegar sveitarstjórn skipulagstillögur og er skylt og hefur jafnan samráð mikið við íbúana. Og eins var þetta umhverfismat sem er auðvitað mjög mikil samantekt sem að leiðir fram skýrslu sem er svo aðgengileg öllum og til umræðum innan samfélagsins. Ég er að velta fyrir mig hvort það sé eitthvað skekk í því að taka þessa mælingu svona snemma áður en framkvæmdaaðilar hefja sína vinnu og kannski vita og leggja mikið fjármagn í að standa vel að þessu sem fyrirtæki gera nú jarðanæri til. Þannig ertu náttúrulega bara að tæpa á þessari dílemmu sem að raunni er svolítið samfara rammaáætlunar vinnunni því að við erum fyrst í ferlinu og við höfum orðið vör við það að jafnvel sveitarstjórnarfólk kemur bara að fjöllum. Það er ekkert búið að kynna kostina fyrir einu sinni sveitarstjórninni. Þannig að þetta er svolítið það umhverfi sem við erum að vinna í og gerir okkur svolítið erfiðara fyrir náttúrulega að vinna þessa vinnu. Og það er líka náttúrulega mjög mismunandi hvað þetta er komið langt, þessi vinna. Takk. Þú ert með orðið, Finnur. Ef ég má? Já. Takk fyrir. Það er svo tróðið að gera mig. Spurningin kviknaði reyndar undir erindi hennar Haldísar. Hún á kannski við alltaf þegar að ræða svona matskendar einhvernir sem að þarf að gefa. Þetta er bara til að skilja betur fyrir en ég var bara reynt að velta fyrir mér. Því ég er nú lögfræðingur, hvernig það gengur fyrir sig ef aðilar innan faghóps er ekki sammála hvað einhver er að gefa hvort það er við. Það er að minna bara varðið matskend þetta sem er ekki beinlínis mældir. Og seinni spurningi lítur kannski að því sem að Anna Dóra var að fjalla að því að það var fjall og talaði um jákvæðar einhvernir var þetta veiði en ég velti fyrir mig hvort það geti ekki verið jákvæðar einhvernir til dæmis var þetta ferðamennsku og hvort það einhver tilfellum kunni einhver breyting framkvæmt að leiða til aukinnar ferðamennsku
Og það kannski dreifum með það svona síðustu spurningum sem ég langaði bara að bregða fram því að það er mikið verið að tala sko rannsóknir sem eru gerðar núna til að reyna að meta og spá fyrir áhrif framkvæmda. En ég velti þá fyrir mér, með einhvern hætti verið að taka mið af reynslunni sem við eigum, sem kannski getur haft forspárgildi hvað verður og hvort það sérstaklega varðandi virkjanaframkvæmdir og vegi og ferðamennsku, hvernig ferðamennsku er þróað og eins kannski líka þá bara einhvern tilfellum þegar verið að gera kannanir og að hugsanlega að meta áhrif einhvers, þá gefin einhver vikmörk á því hversu mikið vægi gildi spáin hefur. Það eru spurningar sem að snerta faghópa í bil 1 og 2, vilt þú? Já, takk. Ekki bara gera bæta báða. Fyrst varðandi vegina og bæta aðgengisvæði, þá er það einn breytan í módelinu okkar, það eru vegir. Og vegir geta sannarlega batnað og gera það oftast þegar virkjað og það verður þá plústala. Og tekur ferðamennsku þá með líka? Það er ekki bara samgöngu fólks, þetta er líka ekki ferðamennsku? Þegar við erum að reikna áhrif virkjananna og breytingar á virði svæða fyrir og eftir virkjun, ef það fylgir virkjun fylgir vegaframkvæmd, þá er það plús í módeli. Þannig að við tökum það þannig. En hinn spurningin þín varðandi rannsóknir af því hvernig breytist og hvernig er þetta fyrir og eftir, þá eigum við ekki svoleiðis rannsóknir, en við erum búin að kalla eftir því allavega einu sinni í faghópi 2, en við höfum ekki fengið fjármagn til þess, en okkur vantar sannarlega slíkar rannsóknir, vegna þess að við þekkjum það, ég gerði mínu allra fyrstu rannsókn árið 1995 þegar að Landsvirkjun var að horfa á LSD, langstærsta drauminn að taka Jökulsá Fjöll, Jökulsá Dal og Fljótsdal og ég fekk það verkefni að skoða hvaða áhrif myndi þetta hafa á ferðamennsku. Þannig að ég á gögn frá 95, þannig að það væri ofsalega gaman til að gera þarna samanburð. En það sem er hins vegar flókið þegar maður fyrir svoleiðis verkefni, það er náttúrulega bara allar aðrar breytingar hvernig ætla maður að greina þær frá, ferðamennsku á Íslandi 1995 allt önnur heldur en í dag og ekki bara á Íslandi heldur en í heiminum. Þannig að þetta er ofsalega flókið, en ferðamennska sannarlega breytist með tilkomu virkjana og það sem að faghópi 2 hefur notað það er að miða við núverandi markhóp, hvaða áhrif hefur þetta núverandi markhóp. Sannarlega kemur nýr markhópur, en hann er annar en áður og það sem við höfum horft til það eru áfangastaðir landshlutana, hvaða markhópa vilja landshlutani stefna af og þar eru bara held ég allar landsluta áætlanir þær tala náttúruferðamennsku. Þar liggur styrkleiki. Þannig að það er það sem við erum að horfa mikið á. Takk hérlega fyrir spurninguna. Ég ætla nú að fá að nýta mig það að Ása Aradóttir, sem var, því ég er að koma nýjum í 5. áfanga, þannig ég satt ekki 4. áfanga. Ég ætla að fá að nýta mig það að Ása er hérna til þess að kannski segja okkur frá þessu, hvernig fólk er ekki sammála. Ása, þú kannski getur sagt okkur. En nóg ég tali bara hér. Tala bara hátt og snjallt, þá skilst mér. Ég var formaður faghóps 1 í 4. áfanga og var í faghópnum líka í 3. áfanga og allavega meðan ég var í faghópnum að þá var alltaf komist að samkomulag fyrir einustu einhvern og þetta er ansi margar einhvern ansi margar tölur sem liggja þarna baki. Það er viðkomandi sérfræðingur sem heldur utanum viðkomandi viðfang, kynnir mjög vel þegar eru forsendur einhverjum og það eru ræddar sem sagt, þess vegna oftar en á fleiri reynum fundi til þess að komast að sameiginlegri. Mér skilst að í fyrri áfangum þá hafi einhverjum tilfellum verið leynilegar atkvæðagreiðslur en allavega í 3. og 4. áfanga þá var alltaf komast að sameiginlegri. Takk fyrir. Það er áhugavert að rannsóknir sem Jón Ásgeir lýsti áðan sem voru eftir á rannsóknir. Þá hefði verið gaman að eiga fyrirfram rannsóknir á því sama, en það er bara því miður ekki boðið. Orðið lust. Fyrir svo vel. Ég heiti Björgólfur Þorsteinsson og mín spurning kannski til faghóps 4 hagkvæmni og arðsemi. Ég sá þarna aðferðafræðina, en mín spurning er þessi,
verður gerð einhver tilraun til þess að leggja mat á, eða verðmat á landslag og náttúru. Það til hagfræðilega aðferðir til þess að meta þetta, þær eru ekki óumdeildar, ég veit það. Ragnar Árnason hefur einn prófessor emeritus, einn af þeim sem hefur skrifað þetta og bent á að ef að maður fær út úr hefðbundnum aðferðum að einhver virkjun sé hagkvæm og síðan reiknar maður út verðmat á þeirri náttúru sem það er kannski að fórna, að þá getur arðsemin horfið bara á 5 stundu og meira það. Og hann hefur líka bent á að verðmat á náttúru getur aðeins aukist í framtíðinni. Þannig að jafnvel þó að maður fá einhverja niðurstöðu í dag, þá getur þessi niðurstaða breyst eftir því sem að tíma líður fram. Og spurningin þessi, hafið þið hugleitt að leggja eitthvað mat á þetta í tengslum við rammaáætlun? Páll, gjörðu svo vel. Já, takk. Og ég held að það sé nákvæmlega það sem var reynt í bæði áfanga 3 og 4. Þar var faghópur 4 skipaður okkar færustu hagfræðinga að mínu mati flestu frá Háskóla Íslands. Og það kom ekki mikið út úr því. Og eiginlega frá upphafi, frá því að rammaáætlun byrjaði, ég var ráðgjafi við fyrsta áfanga og fylgdist með því, að þá var valin þessi aðferð að annars vegar að meta hagkvæmni og arðsemi virkjana og svo hins vegar þennan fórnarkostnað sem að þú ert að lýsa eftir. Það er ekkert auðvelt og það held ég að hafa verið bara niðurstaða í áfanga 3 og 4. Það er ekkert auðvelt að meta þennan fórnarkostnað í miður. En þá var hægt að fara þessa tvívíðu leið í staðinn, annars vegar að meta arðsemi á hagkvæmni eða efnahagslegu víddina og svo hins vegar áhrifin á náttúru. Ég vona að þetta svari spurningunni. Ég get kannski aðeins bara, það tengist nú bara morgundeginum og gagnvart svona spurningunum þinni í Björgúlu. Það er þannig að Hagfræðistofnun Háskólans er með opinn fund í Þjóðminjasafninu á morgun klukkan 10. Þar sem að þau eru að fjalla meðal annars þá reynslu sem að þau draga af vinnunni fyrir 3. og 4. áfangan og í raun og veru, ef ég skil rétt hugmyndafræði sem þau eru með að stilla saman, það er í raun og veru ráðgjöf til okkar í verkefnisstjórn, til þess að stilla saman afurði faghópana 4 allra saman. Eins og það hefur heyrt í kynningunum í dag að þá erum við núna væntanlega að fá upp sem sagt tölulega niðurstöður úr hópunum 4 öllum saman og þá kvikna alls konar áskoranir eins og Páll nefndi að vega þá saman hagkvæmni, arðsemi og náttúru og ég veit ekki nákvæmlega hvað þú ætla að segja okkur á morgunni, ég hlakka til að mæta í Þjóðminjasafninu klukkan 10 og heyra nákvæmlega hvað hagfræðingarnir eru búnir að vera að velta þar upp og þar er reyndar, veit ég, norskur sem ég kannast reyndar við, hann er frá mínum gamla háskóla út í Noregi, Ståle Navrud, hagfræðingur sem auðvitað hagfræðingur sem ég veit að ætlar að koma mögulega eitthvað inn á það sem þú spurði, Björgúl. Já, ég þekki hann hefur komið hingað áður og talaði ráðstefnu sem var ég stæðið að. En hann er á Zoom, hann kemur ekki í persónu ef við skilum rétt, Akkurat, þetta er mjög áhugavert. Við höfum aðeins pælt í svona heildstæðum greiningum þegar að koma upp tilfelli þar sem að ólíkir hagsmunir rekst á, hagsmunir ferðaþjónustu annars vegar og orkuvinnslu hins vegar, hvernig á að skera úrum þegar ljóst er að ábati beggja eða hagsmunir beggja eru mjög ríkir. En það er ekkert frá faghópi 1 sem eru mikla frábendingar en áreksturum verður þá milli 2 atvinnugreina. Hvernig ætlum við að greina milli þess og þá gæti verið áhugavert að fara út í svona heildstæða greiningar eins og Björgúl var að lýsa. Orðið laust. Já. Ef að það er engin hönd á lofti þá er bara þó klukkan sé ekki alveg orðin 4 að þá vil ég nú bara nota tækifærið í lokin og þakka ykkur sem hér voruð í salnum kærlega fyrir að koma og þessa umræðu sem við áttum. Það er gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að geta átt samtal. Við erum mjög upptekin af því að halda áfram að efla rammaáætlun, bæta aðferðafræðina, koma
koma stjórntækinu þannig áfram að það geti virkað til þess að takast á við þessa gríðarlega mikilvægu hagsmuni fyrir íslenskt samfélag sem þarna liggja undir. Það er okkar staðfasti vilji að halda því striki og vil bara þakka kærlega og eins þeirra sem að tóku þátt í streyminu sem að og þessi fundur er tekinu upp, þannig að hann verður þá líka aðgengilegur í framhaldinu og eins þessar glæru sem að við sýndum. Þannig að ég vil þá bara þakka kærlega fyrir okkur, fyrir hönd verkefnastjórnar og fyrir formanna faghópanna og þakka bara kærlega fyrir daginn. Það